Á ég að fela mig bak við tjaldið? Já, þú bara gera svo þú vilt, sko. Ha. Góðan daginn. Velkomin upp í Efribyggðir. Takk fyrir að koma og sjá okkur hérna. Brave the snowstorm. Ég vona að þetta allt gengi vel. En ég ætla að fá að kynna mig. Ég heiti Óli Páll Geirsson og ég sinni hér hlutverki forstöðumanns gervigreindar og gagnavísinda. Búinn að vera hérna í 20 daga eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það geta allt út og inn. En það var rosa gaman að sjá okkur, mörg andlit sem ég kannast við og önnur ekki. Og bara verið gaman að halda samtalinu gangandi hérna. Bæði, þú veist, kannski eftir fyrirlesturinn og svona, og fá að kynnast ykkur aðeins betur. En mér langaði bara rétt aðeins að segja frá hvað mitt hlutverk hérna er og hvað ég er að gera hérna, bara mjög stutt og okkar hlutverk. En Apro hérna við sjáið, hérna sagan okkar, við erum hugbúnaðarfyrirtæki, næstu 90 starfsmenn. Við sækjum hart inn á gagnadóminið og hugbúnaðarþróun almennt, en erum líka með sterka sókn á gervigreinda vettvanginum eins og svo margir aðrir. Þannig að við erum mikið að hugsa hvernig gervigreind má nýtast bæði í þróun og almennum rekstri fyrirtækja og erum með vöru þess efnis. Við erum mjög spennt fyrir öllu því sem er að gerast í gervigreindinni og Spörri ætlar að fara yfir sérstaklega hvað er að gerast í SQL-server og gervigreind sem er mjög spennandi. En fyrir mér þá er svo mörg path áfætt. Ég sé hérna, ég veit að fólk sem er að reka búðarkassa og alls konar litla hluti, líf þeirra verður aðeins betra því nú þarf kannski að hreinsa til í grunnunum á 10 mánaða fresti í staðinn fyrir 2 mánaða fresti. Fyrir þau ykkar sem eru að vinna í þróun eða eru að keyra á eru að nota Developer Edition, að þá er komið sérstakt Developer Edition, Standard Edition, þannig að þið eru að þróa á móti því feature seti sem að þið komið til með að keyra hugbúnaðinn ykkar á. Og Resource Governor sem er fyrirbæri sem stýrir því hversu mikið af resursum ákveðin workload geta keyrt inn í engine-inu, er komið í standardútgáfuna og það er hægt að nota það til þess að koma í veg fyrir að einhverju brjálaðir business analystar út í bæ geti lagt undir sér TempDB og sett hann úr stíðina. SQL-server var með, í síðustu útgáfu kom JSON support, það er eina ástæðan að maður ekki uppfæra. JSON support var, við gotum geymt JSON í nvartjar max stálki og étið upp og það voru funksjón til þess að lesa JSON-ið. Nú er komið native JSON support í storage SQL-serverunum sem leyfir ykkur að byggja indexa ofan á property í JSON-skjali. Og það er hægt að kalla á REST APIs beint út úr engine sem er það sem við erum að fara að skoða nú eftir. Það eru stuðningur við regular expressions, fuzzy string matching og spennandi hlutur til þess að fikta í er change event streaming beint yfir í Azure Event Hub. Sem því að þið getur verið með change tracking keyrandi á einhverju töflu og alla breytingar sem eru settar á töfluna er streymt beint yfir í Azure Event Hub. Það virkar eins og change tracking, ef þetta dettur niður þá þurfa handvirkt að setja það í gang, en þetta leyfir ykkur að sjá til þess að gögnin sé bara lightfit spólað yfir Event Hub þar sem getur unnið með því áfram. Og fyrir SSAS fólkið þá er komin beint stuðningur við Parquet, Delta og CS-WAF-skrár inn í Analysis Service Engine. Og þetta það er rosa mikið að einhverjum fullt af featureum sem koma annars staðar inn. Sumt af þessu er rosa gott fyrir mig, hraðari compressed backup. Ég get ekki backup úr on-prem SQL server beint í immutable storage í Azure til dæmis. Þannig að ég get hægt að regla þetta að taka backup og geyma því immutable storage í skýinu þar sem er ekki hægt að eiga við þau, sem er góð vörn við ransomware. Þetta allt saman getum við bara labbaði gegnum í rólegheitum síðar. Allt þetta dót, allt sem við erum að forrita í dag hefur tekið eftir þessu, það er allt sem við erum að gera hérna þennan hlut og svo er eitthvað dót sem að línir þetta allt saman. Eitt af því sem Microsoft er búið að gera síðustu ára er búið að gefa út sem open source er litla setta ruslatunnan með hattinn sem að heitir Data API Builder sem er open source tool sem ég geti náði skrifa pínlegt JSON-skrá
sparkað í gang og þið eru komin með REST API, GraphQL API, keyrandi beint ofan á grunninn ykkar, ofan á það sem þið skilgreina þessi opið fyrir þetta tól. Þannig þið búið til þjónustu fyrir einhverja töflu og þið getur gert fyrirspurnir í töflunni getum REST eða skrifað henni getum REST eða GraphQL og nýjustu útgáfurnar. Þessu eru komnar með stuðning til þess að vera sem sagt MCP server fyrir EIA-þjónustur til þess að gera fyrirspurnir beint ofan í grunninn ofan á það sem þið skilgreinið að vera opið fyrir hann. Þið fáið tilbaka út úr þessu, fáið tilbaka JSON, þið keyrið SQL-skipanir, þið fáið tilbaka JSON og sem þið getið unnið með áfram. Við erum með change event streaming til þess að móka gögnum úr leiða breytingum, insert, upset og delete, leiða þau gerast yfir í Azure og inn í SQL-serverinn getum við kallað á hvaða REST APA sem við viljum. Þannig að ég get verið að í staðið fyrir use case til þess að þetta gamla góða, við erum með linked server sem við köllum á við og við til þess að sækja, við þurfum að sækja einhver smá gögn yfir einhverjum linked server. Í staðið fyrir að gera það, getum við gert REST API kall yfir á REST þjónustu og sótt gögnin yfir beint án þess að vera 8 beint tengingar milli grunnanna af því að svona 95% tilfella eru linked server tengingar settar vitlaust upp og það eru alltaf mikil réttindi í flæða milli grunnanna pluss að við erum búin að búa til ákveðna öryggisholu af því að það er auðkenning sem getur flætt á milli. Og ofan í þetta rúlar tengingar við Copilot, það er komið nýr Python driver fyrir SQL server sem er talsvert hraðari heldur en PyODBC. Það kom ekki nýr í ODBC driver en svo eru líka breytingar sem verða í ODBC driverum og tengingum. Nýjustu útgáfur af ODBC driverum frá Microsoft og OLEDP driverum eru til dæmis farnar að gera þó kröfu að allar tengingar við grunnana séu dulkóðar. Þið verðið viljandi að segja tengingum að þið viljið ekki gera dulkóðar tengingar. Þannig að eitt af verkunum sem er framöndan hjá þeim sem eru að reka SQL server on-prem er að fara að móka skilríkjuminn á alla þjónuna sem við áttum að vera búin að gera fyrir 10 ára síðan hvort sem var og í leiðinni er þá líka komin í stuðningu við TLS 1.3. Uppáhaldstólið okkar var líka uppfært. Það kom milliútgáfa SSMS 21 þar sem að var reynt að vera með venjulegan Copilot en GitHub Copilot er komin í staðinn. Ég var eitthvað að fikta við daginn og ég get actually sagt í Management-stúdíónu get ég actually sagt GitHub Copilot viltu búa til fyrir mig gagnagrunn í 5. normal formi. Þetta er dótið sem ég er að satna bjórtöpum. Ég vil fá gagnagrunn í 5. normal formi tappasafni mitt og hann actually labbar á stað og gerir það og smíðar grunninn fyrir mig að fullu. Og hann getur líka tekið hvað þessi grunnur að gera. Management Studio getur húkkað sig inn, lesið upplýsingar grunninn og og gefið mér upplýsingar hvernig hann er byggður upp, hvernig hann er skipulagur og gert fyrir mig entity chart af grunninum. Það komið JSON viewer og fyrir ykkur svartina fólki þá er komið dark mode sem að gleður fólk rosalega mikið. Þá er komið að spurningum. Ég er með svona spurningar fyrir ykkur bara til að byrja með til að koma ykkur á stað. Já. Og þið megi alveg fá okkur kaffi sko. Já. Það er ekkert að trufla. Þannig að endilega kaffi fyrst, fá okkur kaffi. En nú vil ég gjarna fá spurningar ef einhverjir eru. Ég vil aðeins tala REST-ið. Er þetta það sem bæði getur búið til REST-kall inn í SQL server? Inn í SQL server, í TSQL-kóða, þá bara gerur þú invoke REST request. Já, inn í honum, en getur þú kallað með REST API á... Ef þú nota data API-builderinn. Er hann að keyra inn í... Nei, hann keyrir ekki inn í SQL server. Það er sér process sem er þá annarkvort keyrir í container eða bara í .NET runtime. Þannig að þú getur verið með .NET Core keyrandi einhvers staðar, sparkar honum í gang og byrtir þjónustuna og skjalið skilgreinir hvaða töflur eða hvaða endapunktar eru aðgengilegir sem eru þá annarkvort tabla eða skema eða store procedure eða hvað sem er.
Einhverjar fleiri spurningar? Hægt að nota þennan data API-filter á eldri útgáfur af SQL Server? Yes, og það er líka hægt að nota hann á Postgres, það er líka hægt að nota hann á MySQL og Cosmos. Þetta bara, þetta glúið sem er notað til þess að búa til allar restþjónustur í Azure á móti gagnapunktum þar. Og þetta er open source, þið getur bara náð í hann. Profilerinn, búið að breyta honum eitthvað? Profilerinn náttúrulega var aflagður í það er búið að vera að deprecatea profilerinn síðan 2016. Þú átt að nota extended events. Og Það liggur dýpaverðin fyrir eins og þú fyrir að frá SSM? þetta í SQL Management Studio 17 frekar en 16 þá var tekin í burtu debugger í Management Studioinu sem leiði ykkur að steppi gegnum prósedúra þegar voru að skrifa prósedúra í SQL Server. Ég sakna þess ennþá að því þetta var stundum eina leiðin til þess að finna þegar eitthvað var þegar voru komin í komin í 3. eða 4. trigger í röð þá var þetta eina leiðin til að finna það. Þetta er Data Studio þetta komið inn í 22. Þetta bara við sko. Já, Azure Data Studio er ekki lengur til og þetta er allt komið yfir í kód. Já, meina. Af hverju hljóma 9 TSQL features sem þeir eru featurelisti frá Postgres? Takk fyrir að spyrja þessari spurningu. Málið er það að stór hluti af featuresalistanum sem er í gangi er Microsoft er búið að vera að gera catch-up á TSQL síðustu ár. Það hefur verið rosalega lítið af breytingum. Það er komið inn í 2022, komin pínlitlar breytingar á window functions, en fullt af hlutum sem eru í ansýstalunum fyrir SQL hafa ekki verið til staðar eða þá að fólk hefur verið að nöldra það. Ég veit ekki hversu oft, fyrir einhverjum árum síðan þá skrifaði Andres, vinur minn með mér, pínlítið fall til þess að kalla regular expressions í gegnum SQL engine. Við þurftum að búa til .NET CLR-kóða til þess að geta gert regular expression leitir. Bara, takk, má ég sem er búið að vera í öllum öðrum gagningurus engine alltaf. Og JSON support kom rosalega seint inn í SQL Server. Þetta er allt saman hlutir sem open source grunnarnir eru búin að vera mókinn og Oracle meira sé búið að vera undan Microsoft og koma þessu hlutum inn og þeir eru núna aðeins búin að vera að hugsa það að það sé ennþá til fólk sem að forritar í T-SQL. Þannig að það er komin betri hlutir þar inn heldur en voru áður. Jæja, fleiri spurningar? Það hefur alltaf verið svona basic regular expression í eins og like hverjum. Þú gast gert Charindex, það er samt ekki regex, þú gast ekki notað við, það er rosalega mikið sem vantar upp á regex, til þess að þú getur verið að keyra alvöru regular expressions. En nú er bara komin fullu stuðningu við .NET regular expressions. Og, en þá, ef ykkur er sama, er allir búin með kaffi, vill ykkur ná sér ykkur meira? Hvað ætlum að halda áram? Heldur bara ótrúlega fram. Af hverju andskotunum ættum við að tvoða þá gervigreind inn í relational gagnagrunn. Stóra málið í þessu er leit. Það að við eigum góð gögn í gagnagrunnum okkar, við viljum geta leitað í þeim. Við getum náð í og enritsað gögnin sem við erum með til staðar með auka texta sem við sækjum í gegnum gervigreind og við erum með einn central stað sem við notum til þess að leita að þeim gögnum sem við vitum eru sannlega rétt og við getum nota þá AI til þess að tala á öruggan máta við gögnin okkar á þess að við séum endilega að setja gögnin okkar út í eitthvað þjálfunarferli sem við vitum ekki hvert gögnin fara. Microsoft vill líka meina að við séum að forðast ákveðna, flækjustig af því við séum að nota TSQL, ég er ekki alveg seldur á það, en það sem við getum gert, það sem gerist núna er það að við getum búið til pattern inn í SQL Server Engine-inu
sem að leyfir okkur að nota gervigreind á móti gögnunum okkar. Fyrsta málið það að eitt af 9 fítusunum í SQL-server sé náttúrulega að hoppa yfir á hana því við erum farin að tala um núna, það að við erum komið að það sem heitir vektorstore. Því að við getum geymt vektorgögn, löngnúmer sem vektorar, sem lýsa vektorum, inni í grunninum í native formati og við getum byggt indexa ofan á þessi gögn. Við erum með leið í gegnum invoke REST request til þess að kalla á módel. Hvort sem við hýsum módelin locally á vélinum okkar eða locally innan neti okkur eða erum að kalla á módel sem eru fljótandi einhvers staðar í skýinu. Og við getum notað búið til embeddings inni í SQL engine sjálfu þó að sé venlegast fljótar að gera það með að kalla á módelin. Og getum þá gert einfaldar merkingabæra leitir með því að bera saman þessa vektora til þess að finna stystilega á milli, til þess að hjálpa okkur að finna gögn án þess að við séum að fara í gegnum löngu leiðina að lesa dótið inn í Python eða annað forritunarmál, bera gögnin saman þar og síðan skila niðurstöðuna aftur. Og þetta rúllar inn í fyrirbæri eins og LangChain, Semantic Kernel, Enterprise Entity Framework. Við getum öll þessi tól þessi featurear hægt að kalla á úr þeim tólum sem við erum að forrita í. Það slökkt á þessu. Hugsunin svo að gögnin sem við erum að setja þarna inn séu örugg. Það slökkt á þessu, við þurfum að kveikja öllum þessum featuresum. Allur aðgangur að gögnunum standard aðgangsstýringi gegnum SQL-server. Við skilgreinum hvaða gögn við opnum fyrir agentana. Og við ráðum hvaða módel við erum að kalla á. Það ekki þannig að einhver geti húkkað sér á grunninn og getið upp eitt gögnin, við stýrum því hver hefur aðgang. Það dulkóðun á milli, við getum ekki kallað á þjónustu nema að við séum með skilríki sem við erum að kalla á, skilríki á þjónustur sem við erum að kalla á, sem gera mjög leiðilegt að ég þetta læra tól sem heitir Katti þegar ég var að keyra módel locally á vélinni minni til þess að búa til skilríki til að geta kallað á það, geta vefþjónustu. Og allir security features sem í SQL-server gilda á gögnunum sem við erum með. Ef við erum með dynamic data masking og opnum fyrir aðgang að einhverjum gögnum, þá eru gögnin möskuð þegar agentinn fer að tala við þau. Og við erum með audit og ledger til þess að geta loggað niður hver tengdist, hvað fyrirspurning kom inn og við getum notað immutable leið til þess að skrifa hvað var til þess að logga niður hvað agentinn var að gera. Og fancy leiðin að þessu þessi, við erum með gögn og við erum að skrifa SQL. Við skilgreinum hvaða módel við erum að fara að nota. Við ákveðum hvaða eiga við ætlum að tala við, erum við með local HTTPS þjónustu sem við erum á svæðinu, erum við að kalla á þjónustu sem lifir einhvers staðar í skýinu, local netinu hjá okkur eða í skýinu, og síðan getum við verið með extension sem hjálpa okkur að tala við allt. Það verður skýrara á eftir. Við búum til embeddings og við geymum embeddinga bara vektora sem lýsa gögnunum okkar og við geymum þau í grunninum okkar. Búum til index on top og þá getum við fara að nota TSQL, eða gert fyrirspurnir sem gera TSQL sem að tengjast við gögnunum okkar, nota embeddings til þess að gera fyrirspurnir í módelin sem enrita gögnin með gögnunum sem í grunninum okkar og skila þeim aftur tilbaka til þess sem gerir fyrirspurnina. Og lykillinn þar þessi vector og hybrid search. Þetta skiptir máli vegna þess að like og full text search í SQL-server eru literal. Þær eru að horfa á binary gildi. Við erum alltaf þegar við erum að gera í SQL-server með like, þá erum við basically að horfa á binary gildi. Full text search er í raun og veru að gera líka, það búin til sérstaklega indexa til að sé þetta pattern og þetta pattern, en merkingin sem liggur í, hvort það einhver merking í því sem við erum að gera fyrirspurning, það alveg sama. Það bara, rétt 1 og 0. Og það sem að vector search gerir okkur kleift að gera, það að við getum farið og leitað gögnum sem eru svipuð. Þetta ekki úrelt? Erum við ekki öll komin það að gera þetta í eiga? Nei. Þetta dótið sem að límir saman og býr til tengum á milli gagnanna sem við eigum og eru rétt
og gagnanna sem módelsins sem hefur alls konar hugmyndir en sem kannski eru réttar og kannski eru ekki réttar. Við erum samt sem áður að breyta texta í punkt. En við höfum samt sem áður við getum gert similarity search. Þannig að við erum að nota þetta til að gera gögnin okkar AI ready án þess að þurfa að exporta þeim öllum út. Þetta snýst áreiðanleika. Við viljum vita hvaðan gögnin okkar koma. Við viljum vita þau séu rétt. Við viljum geta skýrt hvað þeir eru að koma og haft skýringu hvað það sem við erum að gera og við viljum eiga hlutagögnunum okkar áfram sjálf. Þannig að hugmyndin þessi, við höfum áreiðanleg gögn, við byggjum ofan á það semantic model sem leyfir okkur að gera merkingabærar leitir í gögnunum og við tengjum AI agentun okkar við þetta til þess að geta svarað skila réttu svari við vitlausum spurningum. Hérna, sem sagt, like full text search binary search. Það engin skilningur og merkingu og við verðum að gæta okkar að því hvað það sem við erum að spyrja. Það hvernig við spyrjum spurningarnar ræður því hvaða svar við fáum tilbaka. Stafsetningarvillur, vitlaus orðaröð og allt farið til fjandans. Og fyrir AI cases þá bara virkar þetta ekki alltaf. Á meðan að við erum að gera semantic searches, þá erum við að horfa á merkingu, gagnanna sem við erum að horfa á. Við getum gert stafsetningarvillur. Við getum raðað hlutunum upp í vitlausa orðaröð. Við getum jafnvel hoppað á milli tungumála og eins og við gerum á íslensku slett, öðru hverju orði og þetta sleppur samt í gegn. Og þetta leyfir okkur að nota retrieval, að gera rakfyrirspurnir á móti, sem nota SQL-serverinn inn í retrieval augmented generation. Bla bla bla. Þannig að vektordatatypan, vektor N, leyfir okkur að geyma þessi embeddings, það að taka gögnin okkar, breyta þeim vektora og geyma þau inn í grunnunum. Við þurfum ekki að lesa gögnin, serialisa þau, senda þau eitthvað tól, halda utan allt sem minni, dótið geymt í grunnunum okkar og fer ekki út úr honum. Og þessar leitir eru sæmilega hraðar. Við getum nota mismunandi leiðir til þess að lýsa hversu ólík gögnin eru, stærðfræðiþekking mín þannig að það tók mér rosalega mörg ár að fatta af hverju hostakinn og reiknivélinu mínu skilaði mér alltaf vitlausu niðurstöðu þegar ég var að reikna eitthvað. Þannig ekki spyrja mig hvernig þetta virkar. En af því að við erum með þessi gögn natively og af því að við erum index, þá getum við labbað í gegnum risastór gagnasett, tiltölulega hratt, bara frekar hratt, í fyrirspurnum á móti gögnum sem við erum að keyra í gagnagrunni án þess að vera að exposa þau. Það eru alls konar tól, eitt af tólunum sem í gangi til þess að integrera við LangChain, en þetta snýst allt það að við erum að reyna að komast yfir í þetta módel hér. Við erum með retriever, eitthvað sem að sækja gögn fyrir okkur og við erum með generator, sem language model. Ég gerir fyrirspurn á retrieverinn. Retrieverinn tekur fyrirspurnina mína, vallar hana upp, kallar á language model sem skilar tilbaka því, þetta það sem hann að spyrja. Leitin tengist við knowledge base í grunninum, skila mér gögn og skila mér tilbaka þeim upplýsingum sem eru saman við og þetta allt saman sett tilbaka í svar sem ég fæ í hendurnar sem þá skiljanlegt fyrir mig, sem þá vera skiljanlegt fyrir mig. Þannig að knowledge base byggi ég upp, þetta ég ætla að sýna ykkur hvernig þetta hangir saman á eftir, ég með texta sem lýsing í gagnagrunni eða hvað sem ég kalla á embedding model sem tekur textan, býr til vektor
og vistar hann í dokumenti sem geymt í grunninum. Þannig að promptið sem ég er að kalla á notar embeddingið sem ég búin að búa til í gagnagrunnum til þess að skila með gögnunum aftur. Jón Leví, þú átt að skamma mig að segja einhverju vitleysu. Og þannig að við Lomma átti að vera hérna til að hekla mig, hann er veikur, þannig að þú að sjá það. Þannig að þetta leyfir mér að bæta ofan á, í staðinn fyrir ég sé að kalla módel sem búið að þjálfa á ákveðnum gögnum, þá get ég tekið þekkingu sem ég á, bætt inn í þekkingagrunn og látið nota módelið og promptið til þess að gera fyrirspurnir beint ofan á gögnin sem ég er með. Þannig að ég breyti fyrirspurninni í vektor, ég kalla vektorgrunnin eftir skjölin sem að fylgja þessu og bæti dokumentum við í kontekstið sem að fyrirspurnin er að keyra í. Sem þýðir, ég þarf ekki að þjálfa módel á gögnunum mínum. Gögnin eru up to date því ég er að gera fyrirspurn beint ofan í gagnagrunninn minn. Ég veit hvað hann er koma og ég á að geta treyst í að þau séu í lagi, svona að mestu. Og það þýðir að ég get farið að nota internal search engines og AI-powered chatbot til þess að leita og vinna með gögnin mín beint. Þetta skiptir máli, gögnin sem við erum að vinna með þurfa að vera í lagi. Relational gagnagrunnar hafa þann kost að gögninni þinn eru oftar en ekki í lagi eða þá að við erum með ferla í gangi sem að taka gögnin okkar og raða þeim upp í form sem að við skiljum. Það er langi ljóti listin af sölufæslum, meikar kannski ekki sérlega mikið sens, en þegar við erum búin að taka sölufæslunar og búa til struktúr í vöruhúsi í gagna, þar sem við erum með lýsing á vörufæslum tengda við birgðafæslur, við erum með módel sem að businessin okkar skilur hvernig þá getum við notað þetta til þess að gera fyrirspurnir ofan í það módel, ofan í það gagnamódel. Og hvernig, ég vona mér sé að takast að skýra þetta. En, meðan ég er að veifa yfir, er þetta algjörlega skiljanlegt. Ég ætla að tengja mig hérna, ég ætla að byrja okkur meira kaffi og vatni ef þið viljið. Já. Já. How accurate is it, the answer? Have you tried it? How accurate is the answer when using semantic search? Actually, you can define how accurate you want it because you're describing distance from two poles. But it's pretty accurate and it's also pretty generous in how you ask. And you can test this, like you can have a framework to test. This is a more customized AI. Yeah, so because we have a data set. yeah. So we run the AI engine So, for our data. So we ask or customize to the question. So it's just how I'd like to think about this is like this is a structured way to expose your data such that you can semantically query it. Meaning that you have structured data and now I can ask semantically, like in natural language, about which rows I like or stuff like that. And what is happening is searches go to the vectors as opposed to binary conditions and find vectors that are close and then returns rows. Yeah, I have a few thoughts on that. I'll just share them. Yeah, absolutely. okay. Halló. Já, eða bara við náðum bara kaffi og síðan spurði ekki dæmi næst og síðan Svo er það sýningar. tökum við spurningar, ég með nokkra hugleiðingar líka.
So what I think is interesting about this, is this is a nice way to also have structure for your data and have some restraints on the AI on how it uses the data. So if you have some business rules for the data that need to be explicitly stated, just like when you use a data warehouse, then this is a neat way to say the data is correct, but an AI can query it semantically if I have. It's kind of best of both worlds, or like a somewhat of both worlds, data warehouse and semantic search layer. Ok, spurði allar að sýna okkur smá cool dæmi og ég búinn að sjá þetta dæmi. Já, alveg endilega. Tökum spurningu núna. Síðan geðveikt cool dæmi, ég búinn að sjá það. Ég get vottað þessu cool. Síðan nokkrar spurningar í framhaldinu. Ég með smá hugleiðingar og síðan langar mér, síðan höfum við bara svona gott kaffispjall þegar þessu lýkur. En hvað segirðu, Hansi? Ok, við erum að tala þessa nýju vector storage möguleikana í MS SQL. Sem sömu og eru til í Postgres og Já, og voða mikið allir að taka þetta upp og skiljanlega. Það sem ég að spá, af því þetta svona meira general purpose gagnagrunnskerfi. Hvernig skalar þetta og hvar sér svona mörkin á því að maður myndi nota einhverju svona general purpose gagnagrunn versus eins og Milvus eða Quadrant, meira sérhæfðari vektorgagnagrunnskerfi? Þetta er bara hvar viltu sko hafa hurðina? Þetta er semantik svar. Hvar ætlar að hleypa fólki í gögnin? Eru gögnin on-prem og þú ert að gera limited fyrirspurnir ofan á relational grunnin þinn? Eða viltu fara skrefinu lengra og augmenta gögnin þín með meiri gögnum, bæta meiri gögnum inn í það? Leið og þú ert farin að gera einhverju svona heavy duty gagnafærslur, þá ertu ekkert að gera það í þessu. Þú ert að geyma 32 bita númer í gagnagrunnins endsýnið, vektorstóri verður humongous, mjög stórt, mjög fljótlega og þú veist, það verður bara þungt og erfitt að reka þetta. Þú veist, þannig að ef við erum að tala um einhver petabæta gögnum, þá ertu ekki að keyra relational, þá ertu að fara með það yfir ekki sofna, þá ertu að fara með það yfir í sérhæft tól. Já, svona segjum bara dæmi 10 milljóna rekord. 10 milljóna rekord? Það er engin ástæða til að taka það út úr relational grunnum, sko. Ok. Það er bara, það er easy peasy, sko. Þetta er bara líka sama, hvenær er sko, á hvaða augnabliki er relational grunnur farin að vera vandamál. Þetta er alveg sko sama spurningin. Það er þarna einhver lína, hún er þarna einhver staðar, en einhverju hluta vegna þá hefur alltaf ennþá eitthvað gerst í umhverfinu sem við erum að reka sem gerir það verkum að við komumst yfir þessi línu. Það er sko skeilaleikin á Aurora er svo absúrt með það sem við vorum að horfa á on-prem fyrir bara örfáum árum síðan. Já, þetta er náttúrulega flóknu spurning heldur en bara einhver tala því að það er náttúrulega workload og alls konar sem hefur áhrif. Já, þetta er bara, sko, ég vor hrifinn að því að við reynum að leysa vandamáli sem við reynum að finna hvaða vandamál við erum að reyna að leysa, við leysum það og svo horfum við öll hin vandamálin eftir á. Þannig að þetta er vandamáli, já ég þarf að skeila þetta, það eru til leiðir að því og það eru meira að segja, og þá erum við komin út úr general purpose tólunum og við erum farin að horfa á annað vandamál sem við erum að leysa. Ég ætla að sýna ykkur hvernig það hangir saman. Ég fór, eiga er yndislegt, ég gat farið og fundið gamalt datasett bjóra
brugghús og hvar þeir eru framleiddir. Þetta voru allt sem að 11.000 bjórar. Ef einhver ykkar á áskrift á gamla reitbyr gagnasettinu fyrir bjóra sem að reitbyr lét taka af netinu áður en fór á hausinn, þá megi gjarnan senda mér það. Ég er að bæta við hennar grunn. Og ég bjóð sér til grunn. Ég las inn gagnasett, skreipaði einhverja vefsíðu með Python-skrifti sem ég kann ekki að skrifa, heldur bara lét AI búið til skreipið, skila CSV og mókaði inn í grunninn. Síðan vantaði mér meiri upplýsingar bjórana og það sem ég geri þá er að ég bý til í SQL-servernum skilgreiningu á eitthvað sem heitir external model sem að segir gagnagrunnum mínum, þegar ég kalla þetta módel, þá áttu að tala við þessa slóð sem er keyrandi á vélinu minni sjálfri, þar sem ég er að keyra á Llama sem er on-prem módel sem ég ekki keyri sjálfur. Þetta módel sem ég var að tala við þarna eru embeddings sem að gera verkum þegar ég kalla þetta módel og fæ ég vektor tilbaka. Ég er komin á undan sjálf mér. Ég ætla fyrst að segja ykkur hvernig ég... til þess að ná í restina af lýsingunum á bjórunum, sem eru heillangar, þá gerði ég invoke web request á AI-módel, sem ég sagði, hvað geturðu sagt mér porterbjór frá Anchor Brewing? Og AI skilaði mér tilbaka fullt af drasli og það endaði inn í beer information.inu sem eru langar lýsingar á þessum bjórum sem og ég er keyrandi, ég er með Olama keyrandi á vélinu minni, ég er búinn að skilgreina, ég kalla á Olama á þennan máta. Ég tek síðan bý til töflu sem inniheldur sem er með datatypin sem er með ID, vísar á bjórinn sjálfan og er síðan með vektor, er með plássi til þess að geyma vektor. Það er að segja lýsing, embedding á gögnunum sem ég er með. Síðan, einfaldlega, inserta ég inn í módelið, ég nota fart sem heitir AI Generate Embeddings. Ég tek beer information.ið, ég sendi það á módelið mitt og ég fæ tilbaka vektor sem ég geymi í grunnum. Og niðurstaðan er mjög svo glæsileg og skipulög. Það er að segja, ég er með einhverja lýsingu og lýsingin mín, tölvan sér hana sem þetta númer, sem er ekkert annað heldur en bara kilobytes vektor sem ég geymi í grunnum. Ofan að þetta get ég búið til vektorindex, en áður en ég geri það að því SQL-server, þá þarf ég að virkja það sem heitir preview features, af því allt þetta dót er ekki orðið svona generally available, þetta er hlutir sem eru í preview, sem þýðir að þetta orðið virt í Azure en þeir eru ekki alveg tilbúinir að segja að þetta sé í lagi on-prem. Ég bý ofan á þetta til index og eftir það get ég búið til store procedure. Ég get að kalla það á módelið mitt. Já, ég ætla síðan að þegar klára og ég get fengið það eru fundaræðir framöndan, bara þið vitið að því og eru gaman að fá okkar aftur. Ég get fengið vektor fyrir bjórinn eða Já. Ég get farið inn og skulu bara fara hingað. Ég hef sett komið grunn. Í grunninum er tafla sem inniheldur bjórnöfn, brugghús, stæl, beer info og síðan er ég með vektor sem er ég með gagnatýpi sem heitir vektor sem er basically lýsing á þessu beer info-dóti sem ég get gert fyrirspurnum á til. Og þið vitið náttúrulega hvernig þetta virkar, ég ætla að leita í gögnunum mínum. Sorry. Ég ætla að finna alla lagara sem eru í gögnunum mínum. Alls staðar þar sem að textin lagar kemur fyrir einhvers staðar í gögnunum. Allt í lagi.
Ég vil finna allt sem er með SAS-humlum. En ef ég skrifa SAS vitlaust, þá hérna náttúrulega finn ég það ekki. Og í SQL 2025, þá get ég náttúrulega notað regular expression til þess að finna þá hérna eitt af því sem að venjulega leiting getur ekki gert. Lager með SAS-humlum eða SAS-humla í lager. Og eða þá að ég get farið í góði að lesa regular expression. Ég ætla að finna alla bjóra sem eru með minnsta kosti 2 stafa prósentutölu fyrir áfengismagn. Það þú veist, suma daga þarf maður að fá sterkan bjór. En það sem að gerist núna, ég er með full text search sem að sumir hafa notað. Það leyfir mér að leita lager, þar sem að textin lager og SAS kemur fyrir í textanum, eða þar sem að 10% er nálægt áfengisprósentu, ABF. Eða þá, að því ég er búinn að setja upp grunninn minn, ég get búið skilgreint spurninguna, finndu bjór sem er sterkar en 11%. Ég tek þessa spurningu og ég nota vector search fallið til þess að leita í embeddings töflunni minni, þar sem að vektorinn sem ég er með er svipaður sá sem ég keyri út úr fyrirspurninni og ég fæ tilbaka lista yfir bjóra sem eru yfir 11%, jafnvel þó að ég geri stafsetningarvillur. Það er að segja, ég er allt í einu komið með leitarvél sem að leyfi mér að gera leit í gögnunum á þess að ég þurfi alltaf að vera að horfa á position eða skilgreiningu eða stífa leitina niður eins og ég þurfti að vera að gera í gagnagrunum. Og þessi leit sem ég er búinn að búa til hérna gerir það verkum að ég get tengt agenta við gagnagrunum minn sem geta búið til MCP-servera, keyrandi beint ofan á gagnagrunum sem geta tekið fyrirspurnir frá notendum og augmenta þær beint til þess að skila gögnum tilbaka. Ég þarf ekki lengur að vera að lesa gögnum út til þess að búa til að koma módulunum minn og ég þarf ekki heldur að vera að búa til agenta sem að skrifa SQL fyrirspurnir beint ofan í grunnin. Af því ég er með embeddings í grunninum, þá get ég leitað í gögnunum án þess endilega að vera að láta skrifa SQL fyrirspurnir sem að detta beint ofan í grunnin. Og þetta er, sumt af þessu er fáránlega einfalt. Ég er hérna með ljótustu leitarfyrirspurn sem að getur í sögunni. Hún er eiginlega svo ljót, ég þarf að sýna ykkur hana. Þannig að Hvernig ætlum við að redda leit? Jú, við bara gerum allt case insensitive, access sensitive og við bara tökum allan grunninn og við plökkum honum inni á milli wildcard karaktera. Það er engin öryggis áhætta þarna er það. Heyrðu, ok, en hún er ljót. En hér er ég með, eins og ég talaði áðan, config skrá fyrir data API builderinn. Þetta er JSON skrá sem segir mér að ég er með REST API og slóðinni API, ég er með GraphQL og slóðinni GraphQL. Ég er alltaf búið til static web app og ég er að tala við viewi sem hefur gerað fyrirspurn á þann sem heitir Allbeers. Það er það sem er exposað í gegnum þetta. Og þetta er REST-þjónusta og hún leyfir mér ekki að gera put. Ég get bara, gert fyrirspurnir á gögnunum. Ég er með Docker-fæl sem keyrir þetta upp.
og ég get notað fallegu leitavélina mína og leitað að já, þá fór API-n ekki í gang. Sko, demogvöðurnir eru ekki vinir mínir í dag. Ok. Þetta er ekki demo nema eitthvað klikki. Nei. Nákvæmlega. En þetta var þetta leiðilega demóið. Hér er annar, nema að þessi gaur hér, hann tengist við store procedure sem leiðir mér að gera semantic late í grunnum. Notabene, hérna, ég er ógeðslega lélegur í að skrifa svona kóða og hérna, ég basically tók store procedure, ég bjó til store procedure, ég hendi því inn í Claude og sagði Claude, herðu, viltu búa til hérna data API hérna endpoint á móti þessari store procedure og vefsíðu sem leiðir mér að leita því. Þetta var niðurstaðan. Bara copy-paste, byrjum til milli. Og búm. Þessi endapunktur sem er með hér þarf ekki bara að vera REST endapunktur sem ég get kallað á úr öðrum mótunum. Þessi endapunktur getur líka verið MCP fyrirspurn bein. Þannig ég er með beina tengingu inn í gagnagrunn minn til þess að gera natural leitir á mótigrunnunum þar sem ég get nota til þess að tengja agentin við gögnin minn beint án þess að ég þurfa að hleypa að gefa þeim leyfi til þess að keyra fyrirspurnir. Og það er stöffið sem að mér finnst áhugavert við að gera þetta. Það er líka áhugavert að taka gagnasættið mitt, móka út á netið, byggja ofan á það módel og struktúra þar, en stundum vil ég ekki öll gögnin mín fara út. Stundum vil ég ráða hvað gögn séu opin og ég get hægt og rólega núna farið af stað í vegferðinu það að gefa fólki aðgang að gögnum sem við treystum og treyst því að fólk fari og sé einungis að vinna með þau gögn sem við höfum gefið í aðgang að. Og það er hægt að ég lenda. Frábært, ég vil gefa gott klap. Ótrúlega skemmtilegt og þetta er sko afskaplega falleg heimasíða sem við hérna. Fallegt litaþema. Já, Claude er sérlega hugmynd. Já, innri listamaður komið fram. Við tökum spurningum. Ég er með nokkur hugleiðingar ef það eru einhver spurningar, en ég vil endilega koma samtalinn á stað og vera bara til hliðar. Hver ætlar að byrja? Hver er fyrst spurningin? Ef að þú ert komin þarna svona mikið út í leit sem að það sem röðun skiptir ekki máli, stafsetning skiptir ekki máli, þú verður engar áhyggjur af hruni siðmenningar í framhaldinu. No comment. Það er reyndar til bara hárrétt svar við þessu. Það virðist vera sem að allt sem er neurospicy sem er álíka og þar með talin lesblinda sé leið til þess að fá fólk til að hugsa pínlítið öðruvísi og það kemur siðmenningu áfram. Einmitt. Akkurat, smá existential crisis, en það er alltaf læg. Ég var eitthvað spurning hérna á salnum. Ég syndist eitthvað aðlift. Engin þaðan, en hérna megin í salnum. Í Azure, hvaða módel ertu að nota til þess að í lestrinum og svo í þessu dag? Herru, þetta er bara í Olama. Já, ok. Allt þetta sem ég bjó til þarna keyrði lókali á vélni minni. Já. Ég fór aldrei, ég var ekki kannski nú skýr með það áðan, sem sagt, ég vann öll gögnin, ég bjóði allt saman til á þess að nokkuð færi hreinlega út af vélni minni, það er allt lókalast tengingar sem er inni. Af því að þú hefur valkostin að þú kalla bara á hvaða endpoint sem er. Microsoft segir náttúrulega þetta á alltaf að vera keyrandi í Foundry, sko, en þú veist, þú ert að kalla restunum stjórn. Sniðið, sko. Einhverjar fleiri? Ok, við erum hérna til þess að taka við spurningum í prívat samtölum eða þið viljið.
mjög skemmtilegt, takk spurði, smá svona pælingar í lokin gervigreind alls staðar í dag og mér hugleikið að þegar maður að skrifa gervigreindar pakka eða einhvers konar upp innanhús eða fyrir ykkur aðra gögnin sem eru rétt notuð og maður ofta pælið, þú veist, ok, býð til einhvern agent og þú nefndir að já, þessi agent bak við tjöldin kannski alltaf að fara að búa til einhver SQL query onni gögnin. Ef við erum að vinna með einhver gögn og eitthvað svona business critical gögn og eitthvað líkun on á það eða eitthvað svoleiðis sem þarf að vera að svona hluta til deterministic, þá finnst mér þetta rosa skemmtileg leið til þess að hafa svona eitthvað svona vel skilgreindan, eitthvað svona skemasamning frá gögnunum yfir í gervigreindina. Skiljið hvað að fara. Þannig að ef þið eru með, þetta ætla að gera eitthvað sniðugt app og bókhaldskerfið eitthvað eða hvað svo sem það þá þetta ein leið til einn forsa skema. Gögnin eru svona og gervigreindin má samt að leita í stórinu en skemað samt enforsað. Og mér finnst þetta skipta rosa miklu máli þegar þeir vilja með tölugögn að það liggi einhvers staðar mjög skýr ábyrgð á réttleika gagnanna. Og það má ekki vera þannig ef að tilsvarandi gervigreindarlausn að taka einhverja ákvarðanir innanhús að það sé svona semi-deterministic. Að það ábyrgð má ekki vera, já, gervigreindin hallucinataði bara, sölutölurnar okkar eru bara rangar. Og ég var að lesa eitthvað svona hryllingspóst á Twitter daginn og Reddit ég veit ekki hvaða hugbúnaðarfyrirtæki var en viðkomandi sagði að þetta væri 5.000 manna fyrirtæki að viðkomandi hefði skrifað app til þess að draga sölutölunar sínar úr einhvern sölukerfum og það var bara agent með prompti og sölutölunar síðustu 4 mánuði hefur bara verið rangar og við erum búin að sýna það alltaf hérna til stjórnar bara allt í blússandi uppleið meðan var það ekki í 4 mánuði. Þú veist, þetta viljum við ekki. Og ég held að þetta sé bara svona partur af því hvernig við einhvern veginn sem svona tæknið þróuð dýrategund ætlum að nota gervigreind. Það þarf að vera einhvers konar enforcement of quality. Þetta ein leið sem ég finnst alltaf spennandi. Var ekki máli, hann gleymdi að segja ertu viss. Já, akkurat. Já, skilurðu hvað að segja? Ekki ljúga, einmitt. En þú veist, það dálítið með agentana, sko, ef hann ekki með kontekstið, þá fer hann bara að vera ótrúlega einhvern veginn svona meðvirkur og bara það allt í blússandi uppleið. En bara ótrúlega gaman að sjá okkur og gaman að fá okkur í heimsókn. Ég ætlaði að nefna að það verða áframhaldandi svona fyrirlestarraðir. Einn af fyrirlesturum einmitt hrun siðmenningar og það verður svona seinni part dags. Nei, það grínast það verkefni. Kristján ætlar líka að í framhaldi af því ætlar Kristján að sína fellum tómataræktun. Já, akkurat. Það er allt í hringi, sko. En það sem svona markmið okkar með þessum fyrirlesturum er bara náttúrulega að halda samtalinu gangandi og gefa eitthvað tilbaka þannig að þið munu fá, sem sagt, aðgengi að glæðurónum, já, ég er tilkynna að þér það núna og síðan, þú veist, svona hvernig ég geti gert þetta og kannski sýni dæmið og þannig ég geti spunnið svona sjálf. En ég vonandi bara lærið eitthvað á þessu, ég lærið fullt af þessu, takk fyrir, spurði, ótrúlega gaman. Það hefur ekki bara gefið hann gott klap, þetta. Já, nú eftir að kaffi og kollab. Ógeðslega flott hjá þér. Góður. Mjög skemmtilegt. Og ég hlera því, vissar að fylgjast með þér. Já, ég ætla bara að vera með þetta alltaf. Ég ætla að hafa live make og Stefán, ég vil ekki hafa þetta inn að það hafa einhver eftirliti. Ég ætla ekki að skila. Don't want to get any hot mics. No, I just want to wear it all the time. Reality show.